Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Norðlendingar hafa í mörg herrans ár unnið að því að koma á beinu flugi milli Evrópu og Akureyrar. Breska ferðaskrifstofan Superbreak hefur nú hafið sölu á ferðum til Akureyrar. Flogið verður í janúar og febrúar frá 8 mismunandi flugvöllum í Bretlandi til Akureyrar og ef vel gengur verður ferðum fjölgað. En af hverju í upphafi árs, spyr sjálfsagt einhver. Svarið er einfalt: norðurljósin, auk þess sem vaxandi áhugi er fyrir vetrarferðum til Íslands. En hvaða væntingar ber framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands til þessarar nýju flugleiðar? Ég náttúrulega geri þær væntingar að þeir séu að skila okkur 1500 ferðamenn hingað norður sem eru að dvelja hérna í 34 daga og bara eyða svolítið af sínu sparifé í okkur hérna, skila okkur kannski 100 til 150 milljón á þessum tíma og svo auðvitað geri ég þær væntingar að þetta haldi áfram. Það er að segja að það seljist vel í þessi 8 flug og þeir fjölgi upp í 12 eins og svona stendur von til og haldi áfram næstu ár þannig að við getum unnið með fleiri fyrirtækjum að þessu. Norðlensk ferðaþjónusta hefur unnið lengi að slíkum samningi? Já, við höfum í rauninni sett okkur það markmið að ná inn reglulegu millilandaflugi þar sem að er hægt að kaupa þá bara flugsætin héðan og út og svo að utan og heim. En þetta er svona ákveðin hliðarafur af því, stórt fyrsta skref að ferðaskrifstofa ætli að fara að selja þessar ferðir vegna þess að það mun þá sýna fram á eftirspurn og vonandi ýta á þau flugfélög sem við erum að ræða við og höfum verið að ræða við núna í nokkur ár. En þið hafið, ég fyrst og fremst talað að fá flugfélög til þess að fljúga hingað, en þarna ertu að landa samningi við ferðaskrifstofu sem er að reyna leiguflug í fyrsta skipti? Já, þetta er öflug bresk ferðaskrifstofa, búin að vera starfandi í yfir 30 ár og bara hefur góða þekkingu á breska markaðnum. Þeir telja að vera mikla þörf fyrir flugi beint til Akureyrar, vilja komast meira út á land beint með sína viðskiptavini og ákvaða að prófa þetta. Og þetta er mjög þekkt módel til dæmis í Finnlandi. Þar hafa Bretarnir verið að fljúga svona leiguflugi inn til Rovaniemi í norður í Finnlandi og bara, hvað maður að segja, mokað farþegum inn á þau svæði. En hvað með Íslendinga, njóta þeir góðs af þessu, geta þeir flogið út? Þeir geta nefnilega ekki flogið út eins og þetta er sett upp í dag. Og við erum að reyna svona ítá að það verði einhverju möguleikar í því, en þetta er sett upp sem bara sala frá Bretlandi, þannig að vélarnar verða fullar, alla nema þá fyrsta og síðasta vél. Þannig að því miður, þá er þetta ekki draumurinn okkar fyrir Akureyringa. En allt snýst þetta væntanlega peninga. Hvaða ívilnanir er þessi breska ferðaskrifstofa að fá? Þeir geta sótt í flugþróunarsjóðinn okkar sem betur fer og það hjálpar til. Þannig að þeir geta sótt í markaðshlutann á honum, fengið stuðning þá við markaðsaðgerðir sem eru þá settar upp til þess að kynna Norðurland. Þeir fá líka niðurgreiðslu á farþega- og lendingargjöldum hér á Akureyrarflugvelli og það hjálpar til þess að ýta mönnum á stað í þessa, af því þetta er náttúrulega áhætta fyrir þessa skrifstofu. Af því að laxveiðitímabilið stendur núna yfir, ef þú myndir líka þessu við veiði, ertu að landa sæmilega stóru fiski? Já, fyrir ferðaþjónustuna er þetta mjög stór fiskur, mjög stór. En fyrir Akureyringa þá er þetta ekki draumalaxinn, ekki ennþá. Já, fyrir ferðaþjónustuna er þetta stór lax. Hótelstjóri Icelandair Hótel Akureyri fagnar þessum samningi. Mér finnst þetta mjög spennandi og þetta er svona bara eðlileg þróun finnst mér. Við erum búin að vera með þessa norðljósaferði núna í nokkur ár. Í fyrra var keypt frá Keflavíkurflugvelli og hingað norður og sem er svona ákveðin erfiðleikar við. Núna er þetta beina flug sem er mjög spennandi og fólk kemur bara strax hingað og eyðir allir dvölinni hér á Norðurlandi. Þannig að mér finnst þetta vera bara rökrétt þróun og niðurstaða í margra ára undirbúningsvinnu. Þannig að þú bindur vonir við að þetta gangi allt saman upp? Já, ég heyri ekki annað. Þeir eru mjög spenntir Bretarnir fyrir þessu. Þeir eru ánægðir með áfangastaðinn Akureyri og áfangastaðinn Norðurland. Kynntu sér bjórböðin, jarðböðin, Siglufjörð og hér á Akureyri, úrval veitingastaða og fín hótel. Þannig að þeir voru mjög glaðir og spenntir fyrir áningastaðnum, áfangastaðnum. Þannig að ég var mjög ánægð að heyra þeirra niðurstöðu með það. En varðandi frekari uppbyggingu á þá vetrarferðum, hvaða leiðir vilt þú sjá að farnar verði? Er það massatúrismi? Ég bind mikla vonir við beinaflug til Keflavíkur því að þar finnst mér líka vera mjög spennandi tækifæri og fólk að koma inn frá öllum heiminum í rauninni og safnast saman að Keflavík og fljúga síðan hingað.
Þannig að ég vona að það haldi áfram að aukast yfir vetrarmánuðin eins og var í fyrra. Og við verðum að passa okkur svolítið að fara ekki í massan. Það finnst mér vera alltaf kannski áskorunin í vetur. Að passa það, að halda vel utan um fólk, reyna að dreifa því vel, reyna að ganga úr skuggum að upplifunum verði einstök, að það verði ekki einhverjir risa massar hérna á ferðinni, allir á sama bílastæðun að skoða norðurljósin. Þannig að þetta er rauninni vandinn að skipuleggja þetta nægilega vel. Og ferðarþjónusta snýst að vanda sig og það er rauninni bara áskorun til okkar að í vetur að gera það. Slíkar norðurljósaferðir eru væntanlega nokkuð dýrar miðað við margar aðrar ferðir sem að Bretar þá geta valið Hvers konar fólk er það sem að kýs að koma í slíkar ferðir? Þetta er fólk sem vill upplifa þetta náttúrufyrirbrigði sem norðurljósin og kannski búin að fara víðan til Alaska, Noregs, Finnlands, Lapplands og reyna að sjá þau. Og margir eru búin að, í vetur voru margir sem voru búin að reyna ítrekað að sjá norðurljósin og sáu þau kannski hér eina kvöldstund. En oft á tíðum þetta líka fólk sem hefur kannski aldrei upplifað svona svarta myrkur eða þögnina sem líka. Og allt í vetur hugsa ég það er þögnin og myrkri sem líka söluvaran hjá okkur. Það ekki bara norðurljósin, þau eru svona rúsinin í pilsvendunum. Við getum garanterað að vera þögn og myrkur en við getum ekki garanterað að ljósin verði kveikt. Akkurat á tímanum sem þú varst hérna. En hvernig staðan á norðurljósunum? Þau sjást misvel eftir árum? Já, þau gera það. Þetta er ákveðin svona hringur sem að þau fara í. Síðasti vetur var mjög góður. Þrátt fyrir að allir, að sögn sérfræðinganna séu við á niðurleið á þessum hring. En einhvern veginn virkaði þetta mjög vel í vetur og það var frábær hittni á norðurljósum hér í vetur. Þannig að kannski þetta bara, skiptir ekki máli hvar við erum stödd í hringnum, þau eru alltaf þarna. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.